Formenn VR og Eflingar gagnrýna kjarasamninginn sem Starfsgreinasambandið undirritaði í gær og segjast ekki geta sætt sig við slíkan samning. Formaður Starfsgreinasambandsins sakar vini sína að stinga sig í bakið. Hin umdeilda siðgæðislögregla Írans hefur verið leyst upp eftir mótmæli síðustu vikna að sögn dómsmálaráðherra landsins. Margir efast þá fullyrðingu og óttast að önnur löggæsla taki við hlutverkinu. Þyrla og skip Landhelgisgæslunnar auk fjölda fiski- og björgunarskipa hafa í gærkvöld og dag leitað sjómanns sem féll útbyrðis í utanverðum Faxaflóa. Leitin ein sú umfangsmesta í mörg ár. Börn í borginni Cherson í Úkraínu komast mörg hver þessa dagana út að leika sér í fyrsta sinn í 9 mánuði. Þó að rússneski herinn hafi hörfað gerir hann enn árásir. Orkukrísan leikur Evrópubúa víða grátt. Íslendingar í Svíþjóð þora varla að hengja upp jólaseríu af ótta við rafmagnsútskúfun í hverfinu og fjölskylda í Róm sefur í lopapeysu. Gott kvöld. Formaður VR segist hafa orðið fyrir vonbrigðum með að Starfsgreinasambandið hafi klárað kjarasamninginn, ekki sýnt samstöðu með öðrum ASÍ-félögum í að reyna að krýja frekari aðgerðir út af stjórnvöldum. Formaður Eflingar segir SA ekki geta boðið þeim sams konar samning. 17 aðildarfélög Starfsgreinasambandsins skrifuðu undir kjarasamning við Samtök atvinnulífsins í gær. Samningurinn tekur til ríflega 20.000 félagsmanna, gildir í rúmt ár með ríflega 30 til 50.000 króna hækkun á mánuði. Og eftir þeim upplýsingum sem ég hef, þá þetta ekki eitthvað sem Efling getur sætt sig við. Efling stærsta aðildarfélag Starfsgreinasambandsins en ekki hluti af samningnum. Þau eru með sér samninganefnd. VR var í samfloti með Starfsgreinasambandinu þegar deilunni var vísað til sáttasemjara miðjan síðasta mánuð, en við síðustu stýrivaxtahækkun Seðlabankans dró VR sig út úr viðræðunum. Þessum svona forsendur sem eru í þessum samningi, eitthvað sem þið getið hugsað ykkur? Nei, það liggur alveg fyrir. Ég var fyrir vonbrigðum, sérstaklega með það að hreyfingin eða félögin, ASÍ-félögin, hefði ekki getað hingrað aðeins og reynt að fá meira til dæmis frá stjórnvöldum áður en að það væri farið í að skrifa undir og klára einstaka samninga. Eftir stöndum við með kannski örlítið flóknari stöðu. Stjórnvöld að vinna í aðgerðapakka með hækkun barnabóta og húsaleigubóta og auknu framboði á húsnæðismarkaði. Það þarf meira. Við getum ekki verið að horfa einhverja nokkra örfáa milljarða inn í einhvern víðtækan stuðning. Í samningnum frá í gær hagvaxtarauka sem átti að greiða í maí samkvæmt lífskjarasamningnum flýtt. Starfsgreinasambandið telur að það nemi hækkun upp á tæplega 6.000 krónur á mánuði og komi til framkvæmda strax. En við að sjálfsögðu sættum okkur ekki við það að taka þátt í einhverjum blekkingaleik þar sem að þegar var samið þar einhvern veginn tekið og selt fólki aftur eins og gert núna með hagvaxtaraukann. Framkvæmdastjóri SA sagði í gær að samtökin myndu byggja á þessum samningi í komandi viðræðum. En ég held að þessu sinni reynist það erfiðara en nokkru sinni áður. Það enn ósamið fyrir 2/3 af launafólkinu sem innan Alþýðusambandsins. VR og iðn- og tæknifólk hafa ákveðið að sameinast í viðræðunum og leggja áherslu á prósentuhækkanir. Beggja vegna samningsborðsins hefur verið lögð mikil áhersla á að semja fyrir jól. Ragnar segir að tímaramminn sé orðinn mjög knappur. Það alveg ljóst í mínum huga að við erum ekki tilbúin til að selja frá okkur allt vitt bara til að ná samningi fyrir jól. Ragnar segir að félögin fari ekki í verkföll fyrir skammtíma samning. Ef að skammtíma samningurinn út á borðinu og það skýrist væntanlega bara í dag eða morgun eða hinn, að þá erum við að tala um lengri samning og þá getum við farið að tala í aðgerðatón. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, segist á Facebook vera sorgmæddur og dapur að sjá fólk sem hann taldi vera vini sína stinga sig í bakið. Upplýsingum hafi verið lekið til fjölmiðla í þeim tilgangi að skemma fyrir viðræðum á viðkvæmu stigi og samband hafi haft við 2 formenn aðildarfélaga og þeir beðnir að skrifa ekki undir samninginn.
Vilhjálmur áréttar í langri færslu að ávinningur af því að flýta hagvaxtaraukanum sem Sólveig sagði blekkingaleik í fréttinni hér á undan sé umtalsverður. Að þeirra mati sé samningurinn góður og það sé sorglegt að þau sem ekki voru með í samflotinu með Starfsgreinasambandinu gagnrýni niðurstöðuna. Siðgæðislögreglan í Íran hefur verið lögð niður. Dómsmálaráðherra segir að íranska þingið taki til skoðunar hvort rýmka í lög sem skylda konur til þess að bera höfuðslæður. Mannréttindasamtök segja að lögregla og öryggissveitir hafi drepið á 1500 manns í mótmælum frá því miðjan september. Siðgæðislögreglan handtók Mössu Amini miðjan september. Glæpur hennar var meint brot á ströngum lögum klæðaburð. Sama dag var hún flutt meðvitundalaus á sjúkrahús og lést þar 3 dögum síðar. Lögreglan sagði að veikindi hafi dregið hana til dauða og vísaði í opinbera læknaskýrslur. Ættingjar vissu ekki annað en að hún hefði verið við góða heilsu og kenndu lögreglunni að hafa gengið í skrokk á henni. Amini var jörðuð í heimabæ sínum Saqqez í Kúrdistan 17. september. Ungar konur voru áberandi í mótmælunum sem fylgdu í kjölfarið með einkunnarorðin konur, líf og frelsi að vopni. Þar hafa klippt hár sitt, brennt slæður sínar og verið hávarar í baráttunni gegn kúgun klerkastjórnarinnar. Myndir af átöku mótmælenda og lögreglu fóru á flug á samfélagsmiðlunum, Instagram og WhatsApp í 5 daga áður en írönsk stjórnvöld lokuðu fyrir aðganginn. Auk þess að mótmæla kúgun kvenna var atvinnuleysi, ójöfnuði, óréttlætingu og spillingu einnig mótmælt. Íranska mannréttindavaktin sem með höfuðstöður í Oslo segir að öryggissveitir og lögregla í Íran hafi drepið 448 manns, þar af 60 börn frá því að mótmælin hófust fyrir tæpum 3 mánuðum. Það var í tíð fyrrverandi forseta, Mahmoud Ahmadinejad, að siðgæðislögreglunni var komið á fót. Frá 2006 hefur verið haldið upp í lögum og reglum sem bitna mest á konum. Forsetinn Ebrahim Raisi fyrirskipaði í sumar að eftirlit með klæðaburði kvenna yrði hert því óvinir Írans og Íslams væru að vega að trúar og menningargildum landsins. Jafar Montaseri, dómsmálaráðherra, sagði í samtali við ISNA fréttastofuna í Íran í morgun að ákveðið hefði verið að leysa upp siðgæðislögregluna og að íranska þingið taki til skoðunar hvort rýmka í lög sem skylda konur til að nota höfuðslæður. Þrátt fyrir orð dómsmálaráðherrans hafa írönsk stjórnvöld ekki greint frá því opinberlega að siðgæðislögreglan hafi verið leyst upp. Á samfélagsmiðlum lýsa margir efasemdum að af því verði og óttast að önnur löggæsla taki við af hinni umdeildu siðgæðislögreglu. Ekki vitað hvað var til þess að sjómaður féll útbyrðist í utanverðum Faxaflóa í gær. Leit að manninum eins og umfangsmesta í mörg ár. Skipsfélagar hans reyndu án árangurs að koma auga á hann. Leitað hefur verið að manninum frá því síðdegis í gær. Fiskiskipið var við veiðar þegar hann féll útbyrðis. Klukkan 10 í morgun hófst leit á svæði í 10 sjómílna radíus þaðan sem hann féll fyrir borð, 25 sjómílur norðvestur af Garðskaga. Skipið nokkuð stórt og áhöfn þess líka. Heimildir fréttastofu herma að skipinu hafi verið snúið við leið og maðurinn féll fyrir borð. Skipsfélagar hans reyndu án árangurs að koma auga á hann. Guðmundur Birkir Agnarsson, aðgerðarstjóri Landhelgisgæslunnar, segir að ekki sé vitað hvað var til þess að hann féll fyrir borð. Nei, við höfum ekki vitneskju það nákvæmlega hvað gerist um borð. Leitarflokkar Landhelgisgæslu, björgunarsveita og annarra skipa hafa lítið til að byggja leitina á. Líkur eru á að leitarsvæðið verði stækkað að 9 á morgun. Nei, það sem við þurfum að gera í þessu, þegar við höfum ekki til að byggja á, þá erum við að raun og vera að reikna út mögulegt rek út frá vindi og straumum, hafstraumum. Og það er það sem við höfum í þessu og með einingar á vettvangi, skip sem að eru með vindmæla og straummæla og geta mælt þetta fyrir okkur, þá hjálpar það okkur að ná nákvæmari útreikningum. Og það er það sem við byggjum á í þessari leit. Sjávarháski mun fátíðari en áður var. Guðmundur segir að leitin sé sú stærsta í mörg ár. Tugir manna eiga í henni þátt á láði, legi og úr lofti. Varskipið Þór hefur verið á leitarsvæðinu síðan í gær. Þyrla Landhelgisgæslunnar eyddi bróðurpartinum af deginum við leit. Björgunarskip voru ræst út og á annan tug fiskiskipa hafa aðstoðað. Já, þetta með stærri aðgerðum á sjó sem við höfum þurft að setja á laggirnar í nokkur tíma, þó nokkur tíma. Hryllingur stríðsins í Úkraínu hefur sett mark sitt á börnin í borginni Kherson. Innviðir eru að miklu leyti ónýtir og þótt innrásarherinn hafi hörfað, geta börn ekki gengið í skóla.
Діти хочуть гуляти, життя продовжується. Потрошки виходимо на прогулянки, на майданчики. Mabуть, будемо виїжджати, бо svitla, voði nemає. Þessa dagana eru börn í borginni Kherson mörg hver að fara út að leika í fyrsta sinn síðan Rússar náðu þar völdum stuttu eftir innrásina. Þó Rússar hafi mist völdin í borginni gera þeir enn árásir. Úkraínsk stjórnvöld bjóða fólki aðstoð við að flýja til öruggari bæja og margir bregða á það ráð. Veturinn verður erfiður undir sprengjuregni og án vatns, hita og rafmagns. Ходишь в школу? Nadja hefur mist báða foreldra sína á árinu. Pabbi hennar lést úr hungri og rússneskir hermenn fluttu mömmu hennar og sjálfboðaliða nauðug með sér í skóg fyrir utan borgina. Заставили копать могилу. Артема расстреляли, маму били. Вот такой был русский мир. Þessi mynd af hinum 13 ára Glíp var tekin daginn eftir að Úkraínumenn náðu borginni aftur á sitt vald miðjan nóvember. Hún var birt víða heim og þótti lýsa áhrifum stríðsins á börn. Hann hafði verið með fjölskyldu sinni í Felum meira og minna allan þann tíma sem Rússar héldu íbúum í heljargreipum. Тому що вони не вбивали, говорили, що хтось піде в школу, того відправлять в Крим, родичів уб'ють. Тому що коли їхали гуляти в центр, ну не в центр, а в город, було видно КАМАЗ, як руські виносили. Glíp líður betur núna en framtíðin ekki björt. Hann gengur ekki í skóla en það ekki rafmagn, hiti eða netsamband. Í skýrslu UNICEF í lok sumars kom fram að staðfest væri að 1000 börn hefði beðið bana í stríðinu eða særst. Þó talið að þau séu mun fleiri. Fólkið sem lenti í bílslysi á Hnífsdalsvegi á föstudagskvöldi allt á batavegi og ekki í lífshættu. 3 af 5 farþegum í 2 fólksbílum sem skullu saman voru fluttir með sjúkraflugi til Reykjavíkur alvarlega slasaðir. Þeirra meðal var 7 ára barn. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að verið sé að rannsaka tildrög slyssins. Mjög hált varð skyndilega á norðanverðum Vestfjörðum þetta kvöld. Þótt við hér á Íslandi séum laus við áhyggjur af ört hækkandi orkuverði og finna Íslendingar búsettir á meginlandi Evrópu eins og aðrir þar áþreifanlega fyrir orkukrísunni. Það kalt á heimilum og vinnustöðum og sumir hugsa sér tvisvar áður en þeir sitja í þvottavél. Fréttastofa ræddi við Íslendinga hér og þar í Evrópu ástandið. Hér hefur gasverð hækkað gríðarlega. Þannig að skólinn okkar hefur til dæmis ekki verið að kynda kennslustofur eða bókasöfn, svo að nemendur mæta í úlpum eða með teppi í skólann til að halda á sér hita. Sem betur fyrir ekki gaskynding í byggingunni okkar, en einhverjir vinir okkar hafa þurft að kaupa sér rafmagnsofna út í búð, því annars væri kyndingakostnaðurinn allt of hár. Hér hefur maður orðið var við það hvað verið dregið úr kyndingu, það stundum kalt í skólastofunni þar sem ég vinn, og eins úr lýsingu á þessum stærstu byggingum hér. En hér eru stórar verksmiðjur og þar hafa menn sagt mér að raforkukostnaður hafi fjórfaldast og þeir hafa verið í taprekstri mánuðum saman. Við höfum ekki fundið fyrir auknu verðlagi hérna í Kaupmannahöfn, kannski eins mikið að aðrir í Danmörku, vegna þess að hitaveitan hér aðalega hituð með brenndu rusli. Þannig að verð hefur ekki hækkað, en ef það hægt að segja eitthvað, þá held ég að þessi svokallaða krísa hafi fengið fólk til að vera meira meðvitað umhverfisáhrif þess að hafa ljósin kveikt eða hvenær maður setur þvottavélina í gang og svo framvegis. Við kveikjum mikið af kertum og ég farin að þvo alltaf 30 í staðinn fyrir 40 til að spara. Notum ekki rafmagnsofna eins og við vorum með í fyrra. Engin auka hiti. Og við klæðum okkur bara í lópapeysur og ullarsokkar. Og sofum í lópapeysum og ullarsokkum. Já. Varðandi rafmagn, þá náttúrulega ég til dæmis með rafmagnsofn en ég með gaseldavél og svo kynnti ég til dæmis húsið sérstaklega svona 3-4 mánuði á ári, þá kynnti ég seinni partinn á kvöldin með aircondition. En
ég er náttúrulega típiskur Íslandingur og ég fíla ekki að vera frekar kalt, þannig að ég vil frekar borga aðeins meira og hafa heitt í húsinu, þannig að öllu líði vel. Við erum svo heppin að vera með samningu fast rafmagnsverð til einhvers tíma og einnig með sólarselur og það ekki nú tiltölulega hagkvæma kyndingu, en þannig að við verðum ekki fyrir áhrifum af þessi bili þegar kemur að rafmagnsreikningnum, en auðvitað verða allir fyrir áhrifum hérna og það eru margir að verða mjög illa úti. Fólk hefur verið beðið að minnka rafmagnsnotkun og við tökum auðvitað þátt í því. Við kyndum minna, við minnkum heitavatnsnotkun, við notum kaminuna meira, en svo þorum maður auðvitað varla að hengja upp jólaskraut lengur eða kveikja á gufubaðinu til að forðast einhvers konar rafmagnsútskufun í hverfinu. En svo erum við auðvitað bara að búa okkur andlega undir áfalli þegar fasti raforkusamningurinn okkar losnar og verð snar hækkar. Búandi í landi hagsýninnar og skynseminnar hefur hugafar okkar hvað varðar orkusparnað ekki þurft að breytast mjög mikið. Við höfum þó samkvæmt ábendingu stjórnvalda lækkað hitann í húsinu 1 gráða hverjum 2 vikum og við hugsum okkur tvisvar hvort að við þurfum að henda í þvott flík sem við erum búin að vera í 2 klukkutíma. Þingheimur ætlar ekki að láta sitt eftir liggja í tilraunum til þess að koma landsmönnum í jólaskap á aðventunni. Jóladagatal Alþingis býður upp á ýmsan fróðleik. Þingfundir og þingstörf er kannski ekki það fyrsta sem kemur upp í hugan hjá almenningi þegar hugsað er jólahald og jólastemningu. Og jafnvel þó Alþingishúsið standi andspænis Óslóartrénu hér við Austurvöll eru margir sem telja að það megi rífa upp jólastemninguna í kringum Alþingi. Einn liður í því er hið svokallaða jóladagatal Alþingis. En hvað er nú það? Er þetta eitthvað líkt dagatali sem slökkviliðsmenn hafa verið að gefa út? Nei, ég get lofa því að það sé nú ekki alveg í það áttina. Helga er fræðslustjóri Alþingis og hefur umsjón með dagatalinu sem birtist á Facebook síðu Alþingis. Og við erum hérna með blöndu af ýmsum þjóðlegu fróðleik og upplýsingum Alþingishúsið og ýmsa gripi sem eru innan stokks og síðan hérna ýmislegt svona sem á líka koma óvart, ýmislegt skemmtilegt og hérna, já, sem á gleðja alla. Í Alþingishúsinu er búið að setja upp jólatré og annað skraut og forseti Alþingis fékk þann heiður að setja stjörnuna á stærsta tréð. Ég sá að þú fæst að setja jólastjörnuna á þetta jólatré hérna. Heyri það undir starfsvið forseta Alþingis að fá að gera það? Nei, ég bara tók völdin þegar verið var að setja upp tréð og fór upp og setti stjörnuna. En þið eru ekki með leyni jólavinaleik eða eitthvað svoleiðis? Það hefur einhvern tíma komið fyrir, bæði svona almennur leynivinnaleikur og svo eins var einhvern tíman þannig að þingmenn gáfu sessunautum sínum einhverja litla gjöf. Það hefur nú ekki orðið framhald á þessu, það er nú orðið nokkur ár síðan að þetta var síðast, en auðvitað hafa einstakir þingmenn tekið sig upp og prófað þetta. Enda þetta kannski með ósköpum eða hvað? Nei, þetta var nú allt saman voðalega pent og í góðu. Húsvíkingar láta snjóleysið ekki koma í veg fyrir góða jólastemningu. Helgina var jólaháttíðin Jólabærinn minn haldin í fyrsta skipti. Bærinn er í sannkölluðum jólaskrúða og fólk víða á stjá, ýmist á jólamarkaði, í jólaratleik eða að skoða piparkökuhús í piparkökuhúsakeppni. Nýverið var Húsavík valinn 17. áhugaverðasti ferðamannastaður heims af ferðavefnum Travel Lemming og í tilefni þess var ákveðið að blása til jólaháttíðarinnar í fyrsta skipti. Skipuleggjandi telur hann að komna til að vera. Hátíðin lauk síðdegis í dag með tónleikum Einars Óla í sundlaug Húsavíkur. Franska brauðið baguette hlaut þá upphefð á dögunum að komast á menningarminjaskrá UNESCO. Menningar- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna tilkynnti ákvörðun sína á miðvikudag við mikinn fögnuð sendinefnda Frakka. Það komast þó ekki allar baguettur á menningarminjaskrána, til dæmis ekki þær sem eru verksmiðjuframleiddar. Ça m'a pas tellement surpris parce qu'il y a déjà la gastronomie qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est la suite logique pour moi de mettre la baguette en avant et le métier aussi du boulanger en avant qui n'est pas toujours mis en valeur. Donc non, c'est la suite logique pour moi. On a aussi le toucher du pâte du boulanger. Tout ça, c'est un savoir-faire qu'on apprend au fil des années. Des fois, il faut souvent 10 ans pour connaître son sujet. Il y a le pain qui chante en sortie de four, il y a l'odeur qui en dit beaucoup, le niveau visuel aussi, la coloration. Voilà. It's crunchy, crispy, it's nice, it's yum.
Og svona rétt áðan við förum í hefðbundnar íþróttafréttir ætlum við að segja ykkur frá öðruvísi keppni sem haldin var í Háskólanum í Reykjavík í dag, nefnilega Íslandsmótin í Rúbiks kubbi. Þar kepptu 40 manns á aldrinum 9 ára til 56 ára í 14 ólíkum greinum, meðal annars í að leysa kubbinn blindandi og með annarri hendi. Aðal keppnisgreinin þó að leysa með hefðbundum hætti venjulegan kubb, 3 sinnum 3 að stærð. Og sigurvegarinn Óskar Pétursson var ekki lengi að því, einungis 7,3 sekúndur. Við skulum sjá hvernig Óskar fór að því. Veðrið. Það hár þrýstingur yfir landinu og rólegt veður. Það að upplagi nokkuð milt loft yfir landinu en útgeislun mikil og því víða nálægt frostmarki við yfirborðið. Það verður svipað veður á morgun, smá súld við ströndina, einna helst við norðurströndina en annars víða bjart. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þær í kvöld. Kraftlyftingakonan Kristín Þórhallsdóttir vann til silfurverðlauna í samanlögðu í klassískum kraftlyftingum á EM í Pólandi. Svo það ótrúlegir tímar í maraþoni í Valencia, ásamt ýmsu fleiru í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins, formenn VR og Eflingar gagnrýna kjarasamninginn sem Starfsgreinasambandið undirritaði í gær. Formaður Starfsgreinasambandsins sakar vini sínum að stinga sig í bakið. Hin umdeilda siðgæðislögregla Írans hefur verið leyst upp eftir mótmæli síðustu vikna að sögn dómsmálaráðherra landsins. Mikil leit hefur í dag og í gær verið gerð að sjómanni sem féll útbyrðis í utanverðum Faxaflóa. Leitin eins og umfangsmesta í mörg ár. Börn í Kherson í Úkraínu komast nú út að leika sér í fyrsta skipti í 9 mánuði, þó rússneski herinn hafi hörfað gerir hann enn árásir. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem vakir allan sólarhringinn. Þessum fréttatíminn lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Randalín og Mundi, dagar í desember. Vinirnir Randalín og Mundi lenda í miklum ævintýrum í jólamánuðinum. Þannig að maður kannski fljótar að verða svona partyfær á langspil heldur en gítar. Bara nákvæmlega. Landin